Hingað komin í stofuna hjá mér Daði Rafnsson. Daði, ég eiginlega með því hérna inni sem fulltrúi unga fólksins og hins venjulega manns. Þú stundum verið að kommentera á vinsælli bloggsíðu sem ég held úti og eitt sem þú sagðir og vakti mikla athygli daginn og þú sagðir veruleiki allra sem þrítugt eða þar undir sé sá að annaðhvort búum að þessu undir landflótta eða skuldafangelsi. Já, og ef maður horfir yfir sinn eigin vinahóp þá svona virðist það vera orðin raunin. Þekki þó nokkra sem hafa bara hreinlega flúið saman hvort það til að vinna eða fara í nám. Og þeir sem eftir sitja, þeir horfa bara á lánin hækka og hækka og svo einmitt bara erum við einmitt að fara að redda málunum með að taka þetta lán, væntanlega að taka lán til að aðstoða þá sem hafa komið okkur í þessa aðstöðu. Við erum með 20% vexti af yfirdráttarlánum og til þess að fá námsláni hjá LÍN verður maður að hafa yfirdráttarlán í íslenskum bönkum. Kærasti minn er að halda út til Skotlands í nám í dag og hún tapar sem samsvarar heilli mánaðarlegu á milli daga þegar hún er að skipta peningi. Skólagjöldin fara úr 1,1 milljón upp í 2 á skömmum tíma. Hórum minna heima þá eru íbúðaverðið tala niður af eldri kynslóðum á meðan íbúðir sem við höfum keypt undanfarin 4 ár. Já. Það er bara hækkar og hækkar höfuðstóllinn. Unga fólki alltaf verið að kaupa húsnæði á mjög erfiðum kjörum sem reynast núna mjög erfið. Já, og þetta hefur alltaf, og nú einmitt komum þetta líka með sérfræðingana, hvað sérfræðingarna alltaf verið að tala og það hefur alltaf verið sagt að það borgar sig að eignast, að eiga húsnæði. Þetta hefur verið ráðgjöfin hingað til. Og ráðgjöfin er einmitt svo sérstök og hefur verið undanfarin ár. Nú tek ég bara sem dæmi vini og kunningja sem hafa verið að kaupa bíla undanfarin ár. Og ég kaupi bíl í apríl sjálfur og bílasalinn segir taktu erlend lán vegna þess að það er svo hagstætt. Og nú gengið svo hagstætt í það. Ég fór ekki að ráðum hans, en vinur minn sem tók bílalán á 2,3 í sent á síðasta ári. Já. Hann situr nú upp 4 milljónir í lán og bíl sem getur kannski selt fyrir 3 ef hann er heppinn. Já. Þannig að mönnum hefur verið ráðlagt að steypa sér í erfiðar skuldir í raun og veru. Já, í raun og veru. Og annað sem var merkilegt við færsluna sem þú settir inn og þú ert að vísa til. Já. Er að þar voru komin eitthvað 100 komment áður en ég fór að tjá mig að og þau snerist öllum, má kalla þetta tippaslag á milli Davíðs fólksins og Jóns Ásgeirs fólksins. Já. Og þegar maður fer að borga upp öll þessi lán næstu árin, þá myndi maður helst vilja bara vera laus við þá. Við þá báða? Við þá báða helst. Það er alveg ótrúlegt að fólk nenni ennþá að vera í þeim fasa. Já, og hálfgerð trúarbrögð að þetta að vera Davíðsmaður eða Baugsmegin. Já. Ég held að það sé ekki baggi sem við viljum bera næstu 20 árina. Nei. Er atvinnuleysi að gera vart við sig? Já, ég hef misti vinnu 2 á þessu ári, bankageirann og í smásölugeirann. Vinir hjá flugliðum, vinir hjá bönkunum. Maður sér þetta mikið í okkar hópi og vel menntuðum hópi. Og fólki sem er ekki ennþá búið með þessa vinnu, það skelfur. Maður heyrir fólk, vini, kunningja, frændfólk, það er allir skjálfandi. Þú sagðir þarna að fólk ætti að stjórnmálamennir ætti að skamma sín. Já, og í raun og veru eldri kynslóðir, því að það hafa menn verið að benda á þetta. Þú veist að fá Þorvald Gylfason inn á eftir. Það væri nú maður sem verið gott að setja í Seðlabanka núna. Og hefði verið gott að hlusta á ráðans undanfarin ár. Já. En frá því að ég man eftir mér, það er 6 ár síðan að ég útskrifaðist úr háskóla og 4 ár síðan að ég fann með konu og 2 ár síðan ég keypti mér íbúð. Það var alltaf verið að tala um að nú vextirnir fara að lækka. En það lækka ekki neitt. Nei. Og verðbólgan, eins og segja, hún stighækkar og á meðan er verið að tala markaðsverð eignan okkar niður. Og já, þannig að þetta er frekar súrt ástand. Já, það eru skilabúðir að maður megi ekki tala svartsýnis
nú veit maður ekki. En raunsæi? Ég held að menn verða að vera raunsæi. Það kann aldrei góðlega stinga höfðin í sandinn. Það er líka, ég ætla bara aðeins það sem að tala sko með hérna að því að atvinnulíf á Íslandi er að lendi mitt í svona svolítið krísu sem tengist því sem að kom inn á varandi það að námsmenn var jafnvel að flýja land, er það að nú er maður að fá daglega hringingar frá atvinnurekendur sem segja bara að erlenda vinnuafli sé að ganga út, það sé bara farið heim vegna þess að það sé bara sjá ekki neina framtíð því að vinna á Íslandi vegna þess að krónan stendur svo illa. Þannig að það er þetta vandamál sem sko maður hefur ekki kynnst áður að það eru bara heilu flokkarnir að labba út úr stórum fyrirtækjum og erlendu vinnuafli bara upp í næstu vél. Já, næstu vél og er bara farin. Og þá er bara spurning það sko fyrirtæki sem velta verið sér varandi hýrudrátt og annað hvernig þau standa gagnvart því þegar þetta gerist sko þegar fólk labbar út. En fólk er bara að flýja, það er bara að bjarga sér. En þetta er einmitt, sko, kannski verður spurningin sem við þurfum að fást við á næstunni, hvort að hér sé að verði einhver pólskipti í viðhorfum í okkar þjóðfélagi. Sko, ég held að það er ekki spurning að það verður. Þegar við komumst í eðlilegt ástand aftur og þá er það ekki spurning að þá þurfum menn að setjast yfir mörg mál og fara yfir söguna. Sko, Sarkozy í Frakklandi, hann segir það þarf að rannsaka, það þarf að refsa. Við þurfum að spyrja kjarnaspurninga, til dæmis hvernig kjósu okkur fólk til að stjórna þessu landi. Maður lærir í skólum þrískiptingu valds, þrískipt vald, en við kjósum í raun og veru bara á Alþingi. Alþingi kýs ráðherrana sem kjósa svo dómsvaldið. Og þannig að það er engin svona checks and balances eins og maður sér núna í Bandaríkjunum seðlabankastjórar þurfa að svara fyrir sig. En þarf hann að gera það hér? Það er margt til þessu og maður á að taka mark á svona röddum og upplifum ungs fólks. Ég tilheyri þeim hópi að ef fólk upplifir sig að þurfa jafnvel að flýja land, þá skiptir miklu máli að við bregðumst við því með einhverjum hætti. Við þurfum sko lífskjörin í Íslandi er ennþá eftirsóknarverð. Það er allir sammála um það. Vandinn er eins og fyrir hendi og við þurfum að leggja allt kapp á það að missa ekki okkar unga fólk, unga menntað fólk til annarra þjóða eins og hefur kannski gerst í fyrri krísum þessa samfélags. Þess að skiptir máli að við séum samstillt í þessum aðgerðum, að við lækkum verðlag, við séum öflugt velferðarkerfi, ókeypis menntakerfi, allir þessi þættir eru liðir í því að halda unga fólkinu heima því það er það mikilvægasta. Það er það langmikilvægasta. Ég þarf að slíta þessu, það er mjög ánægilegt að fá þig í þáttinn, Kristján. Maður sem að maður vissi af hérna í gamla daga en hélt að veri bara týndur einhvers staðar í norskum Andal. Það munaði engu. Ágúst Ólafur og þið Daði Þakk og Aðalsteinn Baldursson. Ég á núna von á Þorvaldi Gylfasyni og svo Jónu Benediktsdóttur.